áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4. Hann er kominn til mín Brynjar Karl Óttarsson, kennari og sögugrúskari. Velkominn. Takk. Sko það er svo margt sem við þurfum að tala um, en samt aðalega kannski nýjasta nýtt. Þú ert með Grendargralið, við þurfum kannski aðeins að heyra hvað það er, sagnalist og svo er það podcastið sem að tengist þessu öllu. Viltu aðeins, á hverju viltu byrja? Já, ég veit ekki sko, hvað maður að byrja. Sko, Grendargralið, ég stofnaði það 2008 sem svona bara vettvang til þess að taka saman sögur og heimabyggð og matreiða fyrir almenning á svona einhvern áhugaverðan hátt. Og sagnalist, þetta er nú bara svona óformlegur félagskapur sko, en sagnalist er svo fyrirtæki sem ég og félagi minn Arnar Birgir Ólafsson stofnuðum bara núna fyrir 1 eða 2 árum síðan. Það sem að við erum svona að gera kannski svipað hluti, erum að taka saman sögur fólks og skráðar og miðlæðin, bjóðum upp á þá þjónustu. Ég er nú bara svo sem að fara af stað í rólutu núna með þetta. Og hérna þessi hlaðvarpsþættir sem þú ert að vísa í, það eru þættir sem ég er að búa til núna leyndardóma Hlíðarfjalls og svona gerir það undir hatti Grendargralsins og sagnalistar. Og við erum að tala um að það eru heimasíður, grendargralið.is, með alveg hafsjó og fróðleik og þú ert að taka svona einhverjar gersemar bara upp úr, já, ég var að segja jörðinni, svona þetta er í nágrennið og sko saga kannski ekkert svo gömul en samt, eitthvað sem er gleymt og grafið en þú svona dustar rykið af þessu og matreiðir þetta einhvern veginn fyrir okkur. Það er nákvæmlega það sem ég er að gera sko. En hvað er gamalt og hvað er komið undir ryk, sko, það er mismunandi sumir náttúrulega þekkja sögurnar en ég held svona heilt yfir þá þekkjum við fæst þessar sögur sem að ég er að segja. Þær eru bara gamlar og nýlegar og já, þetta eru svona, ég kalli þetta gersemar í menningu og sögu heimabyggðar. Ég greif þetta upp úr gömlum dagblöðum, skýrslum, bókum og reynir svona að glæða þetta einhverju lífi og ég er með heimasíðuna, grendargral.is og hérna, það er svona núna, þetta mörg ár síðan ég byrjaði með þetta, en núna finn ég að það er svona að vakna einhver meiri áhugi gagnvart þessu. Fólk er að vísa í þetta, fjölmiðlar er að vísa í þetta og hérna, þannig að þetta er bara svona einhver ástríða hjá mér að því að ég er sögugrúskari, ég kenni sögu bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Og mér finnst svo sorglegt að geta ekki einhvern veginn gert þetta áhugaverða því þetta er svo spennandi, mikið af þessu. Þú ert bara að springa af áhuga og að finna leiðir til að miðla þessu. Já. Á einhvern svona ferskan og nútímalegan hátt kannski sem að gengur í unga fólki líka. Já, það er svona þessi tilraun með hlaðvarpinu sko. Náttúrulega ég er búin að vera að skrifa mikið bæði, já, fyrir heimasíðurnar mínar og hérna ég hef skrifað 2 bækur líka og komið á útvarpsþáttagerð, nú er ég að fikra mig áfram með þetta og aðtókurt ég næ ekki til stærri hóps. En svo náttúrulega líka bara mér finnst þetta skemmtilegt sjálfum sko, að prófa nýtt form. Læra sjálfur í leiðinni. Já, maður lærir rosalega mikið af þessu og hérna, þetta er orðið svo þannig sé einfalt í dag að gera svona. Þú þarft bara tölvu og upptökutæki og hlaðvarp. Þú ert í rauninni bara búið til litla útvarpsþætti, það ekki? Ég meina þú ert að ákveða efni, þú ert kannski með einhverja tónlist og þú fær einhvern lesara, þetta er bara svona, eða ekki? Já, þetta er bara svona. Og hérna, ég sem sagt er núna að gera þessa þætti Hlíðarfjall. Það byrjaði þannig að ég sem sagt fór þarna upp yfir og rakst á svona einhverja litla muni. Varst bara í gönguferð? Já, bara í gönguferð, bara mér til heilsubótar fyrir nokkrum árum síðan og hérna tók svona eiginlega ástfóstri við ákveðinn stað þarna í fjallinu sem er svolítið utan alfara leiðar, ekki inn á skíðasvæðinu. Norðan við? Já, norðan við skíðasvæðið og hérna rakst á einhverja litla muni, þar járnmuni og mér datt þetta strax í hug, þetta væri eitthvað frá setuliðinu en ég þekkti ekki þessa sögu þeirra þar. Þrátt fyrir að hafa grúskað mikið í gegnum tíðina, kennt sögu. Ég vissi að þeir höfðu farið þarna upp í fjall til þess að æfa vetrarhernað, það var norsk skíðaherdeild hérna á Akureyri á stríðsárunum. En meira vissi ég ekki sko, en þetta svona vakti forvitni mína og hérna þannig fór boltinn að rúlla. Og þú fannst ekkert í heimildum eða hvað? Þú fannst ekki svona ritaðar heimildur þetta, en fórstu þá bara að grúska með fornleifafræðingum hvað þetta gæti verið? Eða? Sko ég fann ekki mikið, nei, en Jón Hjaltason hefur reyndað að skrifa sögu hernámsárana hérna í Eyjafirði og þar kemur hann svolítið inn á þetta. Það er til myndir af þeim þarna upp í fjalli. Þannig að á norsku safni og minjasafni hefur þær myndir líka. Þannig að það er eitthvað til. En sko, svo þarf að púsla þessu saman og í raun og veru þó að þetta sé til þá vitum við svo lítið. Af því að þeir eyddu kannski einhverjum
einhverjum dögum þarna upp í fjalli og upp á fjallinu og jafnvel upp á Vindheimajökli þar sem nú voru að æfa og hvað voru þeir að gera allan þennan tíma sko. Og hvernig leiðin, hvað hugsuðu þið? Já, nákvæmlega, hugsuðu heim, mann alltaf veit að þeim dauðleiddist hérna sko, það verður mjög erfitt örugglega og hérna hvað þá að vera einhvers staðar upp á jökli í brjáluðu veðri sko og það fór ekkert alltaf vel. Og það er sko félagsskapur í kringum þetta, varðveislumenn minjanna, ekki satt? Já, þetta er svona nördahópur sko sem að við stofnum í tengslu við þetta en það kom í ljós að það eru býsna margir sem að hafa gaman af einhverju svona, þú veist að grafa í jörðina finna eitthvað, Já, akkurat sko, það er eitthvað við það sko og hérna við erum núna komin eitthvað yfir 10 í þessum hópi, erum nú aðalega bara svona að spjalla saman á Facebook og skiptast á skoðunum og hérna myndum og þetta eru bara alls konar fólk, þetta eru áhugamenn, þetta eru sérfræðingar, sagnfræðingar, starfsmenn Hlíðarfjalls, fornleifafræðingur. Þú svo svolítið svona foringinn sem ákveður, nú verður farið í ferð, nú pússum við gönguskóna og náum í bakpokana og förum. Ég líti ekki á mig sem neitt foringja, sko, neitt officer í þessu. Ég náttúrulega komist á stað. Já, þannig lagað. Já, það er þannig, sko, þannig ég kannski held pínlítið utan þetta, en það er allur gangur að hverjir er að fara í leiðangrana og hérna hvenar og við svona skiptum því svolítið á milli okkur og svo eru sumir sem eru bara duglegir að koma með athugasemdir en kannski fara ekkert mikið út. Já. Þannig að hérna... Og eru það að fara þarna upp yfir, taka myndir, taka muni kannski, rannsaka og finna út úr þessu? Já. Og svona, eru þið svona kenningar hvað var hér á seyði? Já, og það er kannski sko, ég meina ég er að gera hérna einhverja 4 þætti sem að eru cirka 40 mínúta langi hver, pluss og væntanlega einn svona lokaþáttur eftirmáli. Þannig að einhver gæti nú haldið að ég væri að tegja lopan og kannski er ég að gera það einhverja mati, en ég held samt ekki, þetta er bara svo rosalega mikið efni. Já, og svo spennandi. Já, mjög spennandi og eins og ég segi, þetta byrjaði því að ég fann þessa muni hérna á litlum bletti. Ætlaði að gera kannski einn þátt, bara þessa ferð og þessa muni sem ég fann. En svo einhvern veginn fór þetta að hlaða utan á sig og ég fór að teygja mig sko bæði suður inn Glerárdal, því að þar komu vísbendingar að væri eitthvað líka frá þeim og svo norður eftir Kræklingahlíðinni og fyrir Moldhaugahálsinn og inn Hörgárdal og upp Fossárdalinn og þá erum við komin hringinn í kringum Hlíðarfjall og Vindheimajökul þar ofan á. Þannig að hérna, og ég segi sögu eins setulismanns pínlítið. Sem þú hefur þá fengið einhver upplýsingar Já, hef fengið upplýsingar og komst með þess að í sko herdagbækur, frumheimildir, ekki bækurnar sjálf en það sem er haft eftir þeim. Og hérna það sem þá officerarnir eða herforingjarnir væntanlega hérna í Hörgárdal eru að skrá ýmsa atburði sem að kannski hefur ekki verið fjallamikið hér. Hvar kemst þú í þessar bækur eða? Það er allt í hyldýpi netsins, María. Það er bara, þú þarft tíma og ég náttúrulega kannski hef ekki mikið verið til staðar heima í sumar, það er ansi mikil tími sem við farið í þetta, sko. En þetta er bara svo mikil ástríða og mér finnst þetta svo skemmtilegt. Þannig ég gref þetta upp fyrst og fremst á netinu, en svo fer ég og hitti sérfræðinga. Ég fer og tala við Hörð Geirsson á Minjasafninu, hann hefur sjálfur mikla reynslu að því að varðveita stríðsmuni og finna stríðsmuni heilu flugvélarnar, sko. Já. Og ég læt hann svolítið skoða munna sem að ég þekki ekki. Hann reynir að rýna í það og svona varpa einhver ljós á hvað þetta er, hvað voru að gera með þetta. Ég fæ fornleifafræðing með mér upp í fjall, þar komumst við að mjög merkilega, hann kemur með skemmtilega tilgáti, þannig að það er eitt og annað í þessu. Nú ertu búin að kynda rækilega undir þessum þáttum, hvenær koma þær í lofti? Sko, þetta er náttúrulega algjörlega verkefni sagnalistar og grenndargrafsins og algjörlega óháð öllum öðrum, en svona þegar ég fór að sjá í hvað stefndi að þetta er tilbúið núna svona seinni hluta ágúst, þá hafði ég samband við Akureyrarvökufólk og það var svona ákveð að þetta yrði hluti af Akureyrarvöku, en svo reyndar kom þetta upp bara núna fyrir 2-3 dögum síðan að það verður engin Akureyrarvaka. En þetta er náttúrulega hlaðvarp, þannig að það er mjög svona COVID-vænt. Já, þú getur hlustað af hvað sem er kannski. Já, akkurat. Þannig að ég bara gerir ráð fyrir að við höldum því til streitu að bara setja þetta í lofti, sko, einn þátt á dag, þessa daga sem Akureyrarvaka á að standa yfir. Má þetta ekki hljóma í einhverjum hátölurum í listigarðinum og fólk röltir bara í rólegheitum eitt og sér? Góð hugmynd. Hún er komin hérna á framfæri. Heyrðu Brynjar Karl, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og gangiði vel með podcastið, hlaðvarpið. Takk. Og allar þínar, allt þitt grúsk bara. Takk sömuleiðis, María. Og gangiði vel. Takk.